Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Davíð Oddsson, seðlabankastjóri, hefur verið harkalega gagnrýndur að undanförnu vegna aðgerða og að margra mati aðgerðaleysis seðlabankans að undanförnu. Við ætlum hér í Kastljósi að ræða ítarlega við Davíð öll þessi mál sem sestur hjá Sigmari. Davíð, vertu velkomin. Takk fyrir. Við skulum kannski byrja á deginum í dag. Þetta náttúrulega svo óskaplega margt sem við þurfum að fara yfir og við höfum svo sem ágætis tíma til þess, en við byrjum á deginum í dag og þá þessum tíðindum sem berast af þessu láni frá Rússum og hingað. Fyrst sendt út tilkynning nokkuð afgerandi það að við séum búin að fá lán og svo það svona með einhverjum hætti dregið tilbaka. Af hverju þetta svona klúðuslegt svo ég noti nú það orð? Það alltaf margt sem að í þessari spennu sem nú fer kannski í tilkynningum öðruvísi en ætlað sendiherrann hringdi mig, ég held kortið fyrir 7 í morgun, rússneski sendiherrann og sagði mér frá því að menn væru í jákvæðum stellingum og ég skildi það svo að það væri ekki bann á því að tilkynna það hvernig horfði þetta vinabragð Rússanna. En síðan var talið að við höfum kannski gengið heldur langt í að þessu stigi að útskýra málið í smáatriðum og svo bættist við að það voru ekki allir í stjórnkerfinu í Moskvu heldur með upplýsingar á málið. Já, sumir þeirra vissu bara hreinlega ekkert af þessu. Nei, en meginmáli nú samt það að það stefnir í viðræður sem að fjármálaráðherra Rússa segir að verði teknar með mjög jákvæðu hugarfari og það liggur fyrir að Pútín, forsætisráðherra Rússlands, hann heimilaði sérstaklega með undirskrift sinni að í þessar viðræður yrði farið. Þannig að menn fara með mjög jákvæðum huga í það. En skadar þetta okkur ekki svolítið að þetta sé gert svona og óheppilega, að það verður þessi misskilningur þarna í svolítinn tíma? Það væri miklu betra í markaðsheimi, það væri ekki neitt misskilningur á ferðinni. Ég fór nú inn í beina útsendingu hjá Bloomberg og leiðrétti þetta. Ég held að það veri mjög fljótlega eftir að svona kom vísvísandi hlutir. En meginatriðið jú þetta að þetta vonandi að verða veruleika, best að tala varlega núna. Þú ert bjartsýnn á það? Já, og þetta nú hlutir sem að Geir Haarde setti í gang mitt sumar að svona undirbúa þetta og svo núna seinnipartinn þá hefur Seðlabankinn tekið að sér að halda málunni gangandi og niðurstaðan vonandi að verða þessi að það að fara út sendinefnd á allar næstu dögum til viðræðna við Rússa. Já, en Rússland af öllum löndum, einhvern veginn var þetta nú kortlagt þannig hérna fyrir einhverjum vikum að það var eðlilegast að við vildum nú kannski leita frekar til okkar vina og grannþjóða en svo sér maður á viðbrögðum þar úti að það virðist ekki í öllum tilvikum hafa verið gert og svo endum við með það að fá lán frá Rússum. Já, þegar menn segja að það hafi ekki verið gert þá er menn þannig að það ekki verið gert í dag eða í gær eins og heyrðist hjá Norðmönnum að vegna þessara frétta þá hefðu ekki leitað til þeirra sérstaklega í dag eða í gær. En það var auðvitað þannig að við náðum samningum við okkar norrænu frændþjóðir 3 sem ekki með evru. Finnarnir voru mjög jákvæðir en þeir eru inn í evru aðildinni þannig að þeir voru ekki með í þessu. Með svona skiptasamningu upp 1,5 milljarð evra sem að styrkti auðvitað okkar stöðu og enn til þess fallin að styrkja okkar stöðu. Það hefð fyrir því að menn sé ekki að rekja meðan á því stendur viðræður við milli einstakra seðlabanka. Ég hef átt í mjög margvíslegum viðræðum við seðlabankastjóra stóra landa og reynda bréfaskiptum líka. Átt í miklu viðræðum með Mervyn King, bankastjóri Englandsbanka, Trichet, forseta Evrópska seðlabankans og ég hef eins og kom fram reyndar í fréttum held ég hjá ykkur í kvöld margoft rætt við Tim Geithner, bankastjóra Seðlabanka Bandaríkjanna í New York sem í stjórn Bandaríska seðlabankans og sér slíka hluti og núna síðast að þá vorum við komnir dálítið langt í viðræðunum og bæði Geithner og Cohen sem einn af forsetum seðlabankans í Washington voru komnir í málið og það var búið að bera það undir Bernanke en svo var niðurstaðan varð svo eftir athugun Bandaríkjamanna að þessu sinni þá ætluðu þeir ekki að veita okkur sömu fyrirgreiðslu eins og Dönum, Norðmönnum og Svíum. Já, mennur þið fyrir miklu vonbrigðum? Já, við útskýrum það fyrir þeim, eða reyndum það að það er ekki bara það að þeir ákvörðun að við erum ekki með vegna þess að þeir töldu að við hefðum ekki sömu dollarvandræðin eins og hinnar þjóðirnar að þeir eru átt að segja á því að við værum talin
í hópi Norðurlandana og þess vegna myndi það vekja meira athygli og verða skaðlegt fyrir okkur ef við værum ekki með. Það ekki víst að þeir hafa alveg svona átt að sig á því samhenginu en við höfum átt mjög miklar og ágætar viðræður við þá. Og svo núna kemur þá þessi staða gagnvart Rússum og auðvitað er það þannig að ef það gengur allt saman upp sem ég vænti að verði, að þrátt fyrir allt tala lítinn gjaldeyrisvarasjóð, þá verðum við með einhvern mesta gjaldeyrisvarasjóð í heimi út frá öllum mælikvörðum, innflutningi, þjóðarframleiðslu og svo framvegis. Vilja Rússar ekki fá eitthvað fyrir sinn snúð? Öllu nema við samanburðinum við bankakerfis meðan það var sem stærst. Vilja Rússar ekki fá eitthvað fyrir sinn snúð? Rússar hafa nú miklar áhyggjur af því. Heyrum maður í samfélaginu í dag? Já, Rússar auðvitað eru með mikinn gjaldeyrisvarasjóð. Þeir eru að safna með svipuðum hætti eins og Norðmenn með sínu olíusjóð í svona framtíðarsjóð vegna þess að olíuverð hefur mjög hátt og þeir framleiða olíu. Þeir þurfa auðvitað að fjárfesta og það er erfitt að fjárfesta á öruggum stöðum eins og staðan er í dag. Þannig að þeir vonandi meta okkur sem góðan fjárfesting. En þeir vita líka að þetta er vinabragð í erfiðleikum og menn taka eftir því hér á landi, af því að eins og þú segir réttilega, þá hefði maður kannski haldið að einhverjir aðrir myndu svona sjá frekar skyldu sínar eða miskosti vinsemd sína við okkur, einhverjir sem væru nær okkar heimshluta, en ég held við höfum ekki að tortryggja Rússa í þessu sambandi. Við höfum að meta það, þetta er það hentar okkur núna að vera vinir þeirra. Já, við þurfum að vinum að halda og sérstaklega þegar svona mæðir á hjá okkur. En er þá núna einhver svona trúnaðarbrestur í gangi á milli okkar og annarra vina þegar þetta varðar, vegna þess að maður finnur það alveg þegar maður tala við fólk sem hefur miklar skoðanir kannski nærri þessum málum að þetta er ekkert svona til vinsældafalli hér. Trúnaðarbresturinn er auðvitað sá að menn töldu allstaðar að okkar bankakerfi væri orðið allt og stórt miðað við þarfir þjóðarinnar og eðlilega viðskiptaþarfir hennar og menn töldu að þetta bankakerfi stæðist ekki til lengdar, sérstaklega eftir að markaðir allir lokuðust. Þannig að Bandaríkjamenn hyggja horfða málið þannig það þarf óhemju fé handa Íslendingum ef þeir ætla að borga alla skuldir bankakerfisins. Núna er þetta allt saman að breytast vegna þess að og ég held að menn hafi ekki alveg átt að sjá því hvað er að breytast. Það er allir óskaplega svartsýnir og enda lendir þetta uppgjör núna mjög hart á mörgum. Það er margir sem hafa skuldsett sig mikið og margir sem hafa skuldsett sig skulda fullt af öðrum saklausum aðilum sem að tapa peningum. En hvað erum við raunin að gera? Og ættum við endilega að vera svona svartsýn? Hvað erum við að gera? Við erum að ákveða að við ætlum ekki að borga erlendar skuldir óreiðumanna, skuldir sem menn hafa byttu við, menn sem ekki geta borgað eru på gamla máta taldir óreiðumenn, það lærði ég hjá ömmu minni. Við ætlum ekki að borga annar manna skuldir, við ætlum ekki að borga skuldir bankana sem hafa farið dálítið gáleysislega. Og hvað er ég þá að segja með þessu? Áður trúðu menn því að íslenska kerfið, íslenska ríkið og íslenski skattborgarar myndu reyna að borga allar skuldir íslensku bankana. Allar skuldir íslensku bankana. Og það er auðvitað þannig að þegar skuldirnar eru orðnar þannig að íslensku bankarnir þurfa 50 til 55 milljarða evra á 3 til 4 árum næstu og geta ekki útvegað sér það því allir markaðir eru lokaðir, að þá væru við að setja slíka skuldaklafa á börnin okkar og barnabörnin að það veri þrældómur fyrir annar manna sök. Núna átta með sér fljótlega á því. Það tekur tíma að við förum sömu leið og Bandaríkjamenn gerðu til dæmis við Washington Mutual. Þeir segja, þessir aðilar sem lánuðu peninga í alls konar verkefni sem ekki fengu staðist að lokum, kannski voru þau góð ef allt hefði gengið rosalega vel og engin vandamál hefði komið í heiminum. Þessir aðilar sem lánuðu þessa peninga til þess að græða á því, ekkert ljótt við það, og þeir verða að sitja uppi með það. En ekki saklausir borgarar. Og hvernig stendur þá, bara til þess að fólk átti sig á því, því þetta hefur ekki verið skýrt og þess vegna eru allir svona nervusir. Þannig að eftir að þetta hefur nú gerst, til að mynda með 2 banka, að þá erum við ennþá með ríkisvald sem er ekki skuldugt í erlendu fé, við höfum aukið skuldir þess nokkuð í innlendu fé, en væntanlega geta þær skuldir horfið með tíð og tíma vegna þess að menn eru að leggja þær í góðar stofnunir. En við höfum, þó að ríkið væri ekki skuldugt, þá vorum við óábóðslega skuldugur sem þjóð. Þjóðarskuldnar voru háar. Þessar skuldir fara snar minnkandi. Leið á menn átt að sjá því, leið á menn átt að sjá þessari stöðu, að Ísland er ekki neinni hættu.
Ísland ekki að fara að bregðast skyldum sínum. Ríkissjóður Ísland mun aldrei lenda í vanskilum. Þvert á móti, þá staðan að styrkjast. Leið að menn átt að sjá þessu, þá mun matsfyrirtækjana tekur dálítinn tíma á Íslandi sem slíku hækka. Það mun 70 álögin á ríkið falla með undrahraða niður og það mun gengið styrkjast. Menn eru ennþá að halda þessu vandræði en við erum að taka þessa dálítið harkalegu ákvörðun að segja við ætlum ekki að borga þessar erlendu skuldir banka. Þetta nú kannski meira en dálítið harkalega aðgerð vegna þess að hún væntanlega þýðir það ekki að við njótum ekki neins traust út í heimi þegar við erum búin að afskrifa erlendar skuldir í... Við erum ekki að afskrifa erlendar skuldir ríkisins. Við erum að gera nákvæmlega eins og Bandaríkjamenn gera og það nú bara þannig að leið og við erum búin að gera þetta svona, við skiptum bönkunum upp í innlenda og erlenda starfsemi. Við tökum eigið féð að meginu efni til, látum það fylgja erlendu starfseminni. Þannig að erlendu kröfuhafarnir, þeir fá meira í sinn hlut heldur en sem nemur innlendu starfseminni. Því að við munum hafa hana til jafns, debitmegin og kreditmegin og þá vantar eigið féð fyrir bankana af því að við setjum allt eigið féð með erlendu skuldunum og þá mun ríkissjóður leggja til, hvort sem það fyrir meðalgöngu Seðlabankans eða með öðrum hætti, eigið féð inn í nýja íslenska hluta. Þannig hinn erlendi aðili geti ekki sagt að þeir eru verr staddir eftir þessa aðgerð íslensku ríkisstjórnarinnar heldur en áður. Eina sem Verður þetta þá einn íslenskur banki? Það nú ennþá starfandi einn banki og þarna verða kannski 2 aðrir bankar með innlenda starfsemi en þá við skulum sjá hvað gerist, við skulum vona það besta. En það verður þá þannig að síðan verða þessu erlendu skuldir gerðar upp og auðvitað það svo að hinn erlendu kröfuhafar munu því miður ekki fá nema kannski 5, 10, 15% upp í sínar kröfur. Og þeir átta sig á því og það sér þó því að skuldabréfin ganga á þessu verði núna. Í Bandaríkjunum þegar Washington Mutual gert upp þá fengu kröfuhafarnir af þessu tagi 5%, 5 cent af hverjum dollar. En af hverju þetta þá ekki gert bara yfir línuna á Kaupþing líka sem stendur gríðarlega erfiðlega augljóst á öllu eftir daginn í dag? Kaupþing ræður sínum málum sjálft. Ef það fer illa þar þá þetta gert nákvæmlega eins. Og þá tiltölulega mjög fljótlega, auðvitað þetta sársaukafullt fyrir marga, en þá tiltölulega mjög fljótlega þá erum við með ríki sem skuldlaust eða skuldlítið í erlendum skuldum og við erum skyndilega með þjóðarskuldir sem orðin sáralitlar og af því að gengið hefur verið svona að þá hefur viðskiptahalli meira og minna horfið. Þannig við erum komin með mjög fína og öfluga mótspyrnu. Mjög fína og öfluga mótspyrnu vegna þess að lágt gengi styrkir sjávarútveg, ferðaiðnað, útflutningsiðnað, áliðnað og svo framvegis. En nú er það samt bara þannig, Davíð, nú er það samt bara þannig að það bara einn banki sem að fær í svona stóra fyrirgreiðslu. Getur upplýst það hversu hátt þetta kaupþingslán vegna þess að tölur það hafa verið að reiki í það? Já, það hafði nú verið birt held ég óviljandi á einhverju neti þegar í hraðanum þegar menn voru að gera þessi frumvarp þannig að þetta lán er 500 milljónir evra eða cirka 70 milljarðar króna en það er til mjög skamms tíma. Þetta er svona brúarlán til mjög skamms tíma bara til að gefa þessum banka tækifæri til þess að spreita sig og láta hann ekki falla í valinn vegna þess að hann hafi verið beittur kannski En hvað gerist ef það gerist ekki? Ef að Kaupþing stendur þetta ekki af sig, hvað gerist þá? Þá mun Seðlabankinn eignast mjög góðan banka í Danmörku, FIH, því við tókum öll hlutabréfin í þeim banka að veði. Varstu sammála þeirri aðgerð að veita Kaupþingi þetta lán vegna þess að það eru svona einhverja sögur það að það hafi verið óeining það innan bankastjórnarinnar? Það er algjör eining það og ég tilkynnti bankastjóra Kaupþings að það verið niðurstaðan. Það er algjör eining það er eining vill okkar þykja félagana í öllum málum. Auðvitað ræðum við málum og nálgust kannski einstaka sinnum með mismunandi hætti en það verið ekkert mál frá okkur verið afgreitt í ágreiningi.